Komið. Fundur settur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1428 og forseti býður fundarmenn velkomna til fundarins en það eru Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Líf Ása Skarstad, Ragnar B. Sæmundsson og svo Anna Sólveig Smáradóttir sem situr fundinn í forföllum Valgarðs Lyngdal Jónssonar forseta og þar af leiðandi sit ég hér við forsetastól Einar Brandsson og gegni hlutverki forseta. Og auki höfum við hér Harald Benediktsson bæjarstjóra og Steinar Adolfsson sviðsstjóra, hvað var það? Fjármál- og þjónustusvið, það nýbúið að breyta þessu, þannig að maður þarf að læra þetta, en Steinar mun jafnframt rita fundargerð. Nú, við höfum einn afgreiðslulið og svo nokkra fundargerðir sem liggja hérna fyrir og við byrjum á fyrsta lið sem hefur númerið 2602 1307. Það eru kosningar í ráð og nefndir tímabilið 2022 til 2026. En Einar Brandsson bæjarfulltrúi hefur sagt sig frá setu í velferðar- og mannréttindaráði og þarf því að kjósa nýja fulltrúa í hans stað. Forseti gerir tillögu að Líf Lárusdóttir komi í staðinn og verði jafnframt varaformaður. Orðið laust ef einhver vill tjá sig þetta. Það Líf Lárusdóttir, bæjarfulltrúi, eins og Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Við erum náttúrulega ekki búin að greiða formlega atkvæði, en engu að síður þá það hér með staðfest að bæjarfulltrúinn Einar Brandsson hefur sagt sig frá störfum fyrir velferðar- og mannréttindaráð og þess vegna langaði mig að koma hér upp og ég vildi þakka bæjarfulltrúanum Einari Brandsyni sem hér með stígur út. Það ekki víst að allir viti það og ég sé ekki betur en að bæjarfulltrúinn hafi setið í ráðinu frá stofnun þess og þar áður sem áheyrnarfulltrúi í fjölskylduráði. Mig langar að þakka honum fyrir hans framlag í málaflokknum og hans vinnu sem hann hefur lagt fram af ábyrgð, heiðarleika og festu sem hefur einkennt öll hans störf í ráðinu sem og í öðrum störfum sínum á sveitarstjórnarstiginu. Takk fyrir. Já, Líf Lárusdóttir hefur lokið máli sínu og til máls tekur Kristinn Hallur Sveinsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég langaði bara að koma upp og taka undir orð bæjarfulltrúa Líf Lárusdóttur og þakka Einari Brandsyni fyrir störf í ráðinu. Hann búinn að starfa, ég hef starfað með honum allan þann tíma sem ég hef verið í ráðinu og notið góðs af bæði reynslu og þekkingu og
og visku Einars Brandssonar, bæjarfulltrúa. Ég vil bara þakka honum kærlega fyrir þann tíma sem við höfum verið þarna saman og við höfum ekki alltaf verið sammála en við höfum alltaf komist að niðurstöðu sem að held ég hafi verið til góðs fyrir samfélagið og þann málaflokk sem við höfum verið að vinna. Þannig að ég þakka bara kærlega fyrir samstarfið í gegnum tíðina og hlakka til samstarfs við nýjan varaformann sem að væntanlega verður kosinn hér á eftir. Takk. Já, Kristján Sveinsson hefur lokið máli sínu fleiri og það bæjarfulltrúi Líf Skarðstad sem tekur til máls og gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að fá að koma hér og taka undir orð þeirra bæjarfulltrúa sem hafa komið hér upp á undan mér og þakka kærlega Einari fyrir afar gott samstarf og við höfum oft verið á mismunandi vængjum yfirleitt en nú ég búin að sitja hér í bæjarstjórn í að verða 8 ár, fyrst sem varabæjarfulltrúi og svo sem bæjarfulltrúi. Fyrstu allavega 2 árin sátu ég og Einar saman í skóla- og frístundaráði og var það mjög gott og farsælt samband. Ég hef verið varamaður í velferðar- og mannréttindaráði og hef komið einstakastinnum þar inn fyrir hana Anitu Eir og hef virkilega notið þess að sitja þar með Einari. Ég eftir að sakna þess að hafa hann í ráðum og nefndum hér. Þó svo að við höfum kannski oft tekist á og þá vil ég kannski koma því á framfæri að enginn sem hefur kennt mér eins mikið í pólitík eins og Einar Brandsson. Og þá meina ég að fullu hjarta því að það þetta viðhorf sem hann hefur að ekki alltaf fylgja straumnum, vera duglegur að spyrja spurninga og vera duglegur að draga í efa eitthvað sem heitir common sense því að eins og við öll vitum þá eitt sem heitir common sense. Þetta hefur kennt mér gríðarlega mikið. Þannig að ég á eftir að sakna þess virkilega að hafa hann í ráðum og nefndum. Takk fyrir kærlega. Fleiri sem að vilja leggja orðið í belg, svo ekki. Áður við göngum til atkvæðagreiðslu þá vil ég bara þakka fyrir bara góð orð í minn garð. Ég ætla ekki að segja neitt mikið meira en bara takk fyrir þau orð sem hafa fallið. Ég meina það mikils. En þeir sem eru því samþykkir að Líf Lárusdóttir verði fulltrúi í velferðar- og mannréttindaráði og jafnframt varaformaður gefur merki. Það samþykkt 9. Þá hér annar mál á dagskrá, það númerið 2601 0924. Það fundur númer 3617 hjá bæjarráði sem fór fram þann 29. janúar. Orðið laust fundargerðina. Forseti sér engan sem gefur merki, þannig að fundargerðin framlögð. Þriðja mál á dagskrá hefur málsnúmerið 26010917. Það fundur númer 260 hjá velferðar- og mannréttindaráði. Orðið laust þá fundargerð og það bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson sem fær orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar að byrja að ræða
lið 2 undir fundargerðinni sem uppbygging skammtímadvalar á Akranesi. Þetta í framhaldi af bæjarstjórnarfundi þann 27. þar sem bæjarstjórn samþykkir að taka frá lóðina sem gamla slökkvistöðin og áhaldahúsið á Laugabraut stendur við og taka hana frá til og skoða að verði að byggja þar upp skammtíma dvöl fyrir fötluð börn og ungmenni. Þarna vorum við í raun og veru bara að taka það mál aðeins áfram, fjallum það hvernig væri best að fylgja því eftir. Þetta mjög ánægjulegt að bæjarstjórnin hafi tekið lóðina frá og horfið til þess að þar komi skammtímadvöl. Það mörg tækifæri í þessari staðsetningu og mörg tækifæri í því að tvinna byggingu á skammtímadvöl þarna sama við jafnvel breytingar á Bjarnalaug, gerð búningsklefa fyrir fatlaða við Bjarnalaug. Það er ýmsar hugmyndir sem maður fær við þessa pælingu, en ég held að sé aðalega það að við ætlum að taka þetta áfram með því að stofna svona verkefnahóp innan stjórnsýslunnar sem að þá væntanlega setur skrefin og fer yfir þörfina hér og hvaða hópum við getum mætt með uppbyggingu þarna og þá líka kostnað og tímaramma verkefnisins. Þannig að þetta er mjög jákvætt verkefni. Það er ýmislegt annað í þessari fundargerð. Við vorum til dæmis að fá tillögur að samræmdum greiðslu til stuðningsfjölskyldna á Vesturlandi sem liður 3. Kynnt tillögur starfshóps stjórnenda í velferðarþjónustu. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt og gott mál að það sé einmitt sameiginleg gjaldskrá fyrir þessu verkefni á Vesturlandi, þannig að fólk sem að taka að sér að vera stuðningsfjölskyldur geti treyst á það að það sé sambærilega greiðslur, og það er líka bara mikilvægt fyrir sveitarfélögin að geta treyst á það að það er ekki kapphlaup að það sé ekki verið að yfirbjóða. Þannig að það er mjög jákvætt. Þannig að þetta þau 2 málefni sem að ég ætla líka tónlistarnám fyrir fullorðið fatlað fólk verkefni sem í gangi núna hjá tónlistarskólanum varðandi það að hefja tónlistarnám sem miðar að fötluðum. Bara mjög jákvætt og skemmtilegt verkefni. Við vorum að tryggja bæjarráð tryggði fjármagn til þessara verkefnis fram út þessa voran, og við þurfum að standa saman að því að tryggja verkefni áfram í næstu fjárhagsáætlun og þá á haustuninni. Þannig að bara þetta er mjög skemmtilegt og bara jákvætt að við séum einmitt að tengja fleiri hópa inn í tónlistarskólann okkar, þessa frábæru stofnun. Takk fyrir. Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust þessa fundargerð. Það bæjarfulltrúi Líf og Skarðsstað sem fær orðið ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla að byrja að koma upp undir mál númer 2, uppbygging skammtímadvalar. Bara þakka fyrir að við sem byrjuð þessa vegferð. Þetta er brýnt mál eins og við vitum og hefur verið náttúrulega hér til umræðu í örugglega allan þann tíma sem ég hef setið í bæjarstjórn.
og verið lengi, þannig að við vitum það að þetta er eitthvað sem er mjög brýnt og alveg óháð fyrir umræðu skammtíma dvöl í Holti, að þá er þetta eitthvað sem við þurfum að skoða hjá okkur, þannig að þetta er bara frábært og mér líst vel á staðsetninguna. Ég hef heyrt af þessu áður svona hugmyndir að tengja við búsetukjarnana á Laugabraut og að nýta húsnæði okkar betur í Bjarnalaug, og ég tel það bara vera mjög gott og ég hugsa að þetta getur verið bara alveg mjög gott verkefni og hlakka til að sjá hvernig það verður áfram. Svo er það liður númer 3, samræmdar greiðslur, fagna þessu og ég sammála bæjarfulltrúa Kristni Halli í því að það er að gera að hafa samræmt, og ég tala nú ekki sérstaklega yfir Vesturland, því að við sem þekkjum til stuðningsfjölskyldna og mikilvægis þeirra, þá vitum við það að það er hart slegist þær fáu stuðningsfjölskyldur sem eru og það er nú eiginlega frekar þörf að bæta í heldur en hitt, þannig að þetta er bara hið besta mál. Svo gleður mig undir lið 4 að sjá samfélagsmiðstöðina að það verkefni sé svona að skríða áfram og tek undir bókun sem að velferðar- og mannréttindaráð segir að það sé mikilvægt að útboð fari fram sem fyrst. Svo liður númer 5, þetta gleður mig alveg sérstaklega, tónlistarnám fyrir fullorðið fatlað fólk. Ég hef sjálf verið nemandi í tónlistarskóla Akraness og veit hvaða góða starf fer þar fram og veit líka bara hvað tónlistin gefur gott í hjartað og ég held að við mættum vera bara duglegri við að bjóða upp á svona nám og námskeið fyrir fötluðu einstaklingarna okkar sem já, takk fyrir. Líf Ósa Skarstad hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það er ekki fleiri sem kveða sig til ljós, þannig að þessi fundargerð er hér framlögð. Þá er það liður 4, sem eru málsnúmeri 2602, 1203. Það er fundarnúmer 278 hjá skóla- og frístundaráði sem var haldinn 4. febrúar. Orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir sem fær orðið, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, kæra bæjarstjórn og aðrir sem sitja hér og þeir sem heima sitja og hlýðið á. Ég stend hér undir fundargerð skóla- og frístundaráðs og langar bara að taka hér undir og fá að kannski lesa upp bara með leyfi forseta bókun skóla- og frístundaráðs í tilefni af 80 ára afmæli Íþróttabandalags Akraness. Af því að þessi bókun hún speglar þá upplifun sem ég hef haft af samskiptum og samstarfi með Íþróttabandalaginu, auk þess sem þetta er hefðbundin afmæliskveðja. Þannig ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Skóla- og frístundaráð tekur jákvætt í erindi og er þá að ræða atburði og hluti tengda þá afmælisárinu. Sviðsstjóra vinnamáli áfram í samráði við Íþróttabandalag Akraness og verkefnastjóra menningar og safnamála. Ráðið vill jafnframt færa Íþróttabandalagi Akraness afmæliskveðju og þakka fyrir ómetanlegt framlag þess til samfélagsins á Akranesi. IA hefur í áratugi verið kjarninn í öflugu íþrótta- og æskulýðsstarfi bæjarins og verið mikilvægur sendiherra Akraness innan lands sem utan. IA er í dag eitt stærsta íþróttabandalag landsins en því tilheyra 19 aðildafélög sem bjóða upp á skipulagt íþróttastarf í 22 greinum. Samstarf Akraness kaupstaðar og Íþróttabandalags Akraness hefur ávallt verið öflugt og farsælt og er lykilþáttur í áframhaldandi uppbyggingu íþrótta- og frístundarstarfs í bænum.
skóla og frístundar og óskar íþróttabandalagi Akraness og Akurnesinum öllum innilega til hamingju með 80 ára afmæli. Og það ger ég einnig hér. Og bara mér finnst þetta svona, bara samstarfið við íþróttabandalagið hefur verið alveg ótrúlega gott og mikið, bara mikið samráð á milli sem að mér finnst bara vera frábært í alla staði. Einnig langaði mig að koma hér að máli númer 4 og bara ræða aðeins barnaþing Akraness. Við fengum að heyra niðurstöður úr barnaþingi Akraness. Þetta barnaþing haldið hér ár hvert og hefur verið haldið, að minnsta kosti síðan ég tók til starfa, síðastliðin 3 ár, jafnvel lengur, eða var það, já. Og bara fyrir börn á aldrinum frá 7. bekk og upp í 10. bekk. Krakkar fá þarna bara einstakt tækifæri, 5. og fram í 10. bekk, já, að 10. bekk. Og já, krakkar bara fá tækifæri til þess að taka þátt og láta raddir sínar heyrast og þau eru ekki á barnaþingi sem áheyrendur eða neitt slíkt. Þarna eru bara krakkarnir mættir til þess að segja sínar skoðanir og koma sínum svona hugsunum og hugmyndum í framkvæmd. Það eru einstaklingavaldir úr hverjum árgangi sem að fara fyrir bara öllum skólabörnum á Akranesi, í þessum árgöngum þar að segja. Og þetta bara, þau eru þarna bara þáttakendur í samfélaginu okkar sem bara frábært. Mér finnst þau ótrúlega hugrakk og hugmyndarík og bara, já, ég bara ber mikla virðingu fyrir þessari vinnu og það eru bara ótal margar góðar og gildar hugmyndir sem að þau hafa, sem að okkur ber bara að hlusta á. Og bara, ég vil bara hrósa þeim börnum sem að tóku þátt í barnaþinginu fyrir sína þáttöku. Og þetta bara, við sýnum það bara hér að það svo mjög skýrt hér á Akranesi að við erum að börnin eru bara að taka virkan þátt í að móta þetta samfélag. Og þau eru ekki bara að hittast þarna til þess að setja fram hugmyndir og ræða þær, heldur koma ákveðna niðurstöður sem að þau rita niður á blað og í framhaldi af þessu að þá haldinn hér bæjarstjórnarfundur unga fólksins sem að verður núna næstkomandi miðvikudag, 17. febrúar. Og þar mun þau flytja þessar niðurstöður og erindi sín í ræðustól og ég hlakka bara gríðarlega mikið til að funda með þeim. Annað heldur að það var nú ekki sem að mér langaði að segja, þannig að takk fyrir. Jónína Margrét Sigmundsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust og það bæjarfulltrúi Lífrós Skarstad sem fær orðið ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla að byrja á, við ræðum hér fundargerð skóla frístundaráðs og ég ætlaði að ræða fyrsta lagi undir lið 1 að óska íþróttabandalagi Akraness hjartanlega til hamingju með afmælið. Þetta stór áfangi og eitt af því fyrsta sem að ég upplifði þegar ég flutti hingað til Akraness, það var hversu stóran þátt í hugum bæjarbúa og ekki bara bæjarbúa heldur bara
allstaðar. Ég man bara þegar sem krakki, maður hélt með í fótbolta, þó sem ég ætti heim í Reykjavík og alls konar svona sögur. Þannig að er bara flott félag og stendur undir alveg gríðarlega flottu starfi hér í bæ og það gott að sjá hversu vel gengur, hversu öflugt það og gott að sjá hvað við hér í bænum getur stutt vel við það starf sem á hér stað. Þetta ekki sjálfgefið að eiga svona öfluga sjálfboðaliða og öflugt fólk í öllum stöðum þarna, þjálfurum, framkvæmdastjórum, bara öllum. Þetta algjörlega frábært. Svo ætlaði ég varðandi lið númer 4, niðurstu barnaþings Akranes 2025. Þetta voru 3 skýrslur sem voru lagðar þarna fram fyrir okkur og skiptar eftir aldri. Það sem var svona helsta markverðasta úr þessu og það sem skiptir máli fyrir okkur sem hér sitjum að taka svolítið og horfa á, að það kemur mjög skýr krafa betra aðgengi að afþreyingu og innviðum fyrir börn og unglinga. Þau kvarta yfir því, þau hafa engan stað til þess að vera á, hittast og þá sko talað að eins og í Arnardal það sé of lítið opið, ekki nægilega spennandi fyrir eldri nemendur. Þannig að sem verður til þess að þau að hanga í sjoppum, þau að taka strætó, suður og hitta þetta. Þannig að það mjög skýrt ákall unglingarými eða ungmennahús. Við áttum mjög gott samtal við skólastjórnendur, Elsu Láru og Sigur Arnar, varðandi, nú til dæmis komin mjög góð aðstaða í báðum skólum, algjörlega til fyrirmyndar. Þannig ég vil hvetja okkur svolítið til þess að horfa kannski á meira samstarf við skólana upp á að kannski geta verið með eitthvað sem hægt að bjóða upp á þar á kvöldin, allavega yfir eins og til dæmis vetrartíman. Ég man nú bara sjálf þegar ég var nemandi í Austurbæjarskóla í Reykjavík þá var alltaf opið hús mörgum sinnum í viku og við vorum að safnast þar saman og spila púl og borðtennis og allt þetta. Þá var bara einfaldlega þannig að það var of langt fyrir okkur að fara í félagsmiðstöðina og nenntu því ekki og þetta var í skólanum og það bara gekk bara mjög vel. Þau kvarta líka svolítið yfir því að æfingar séu á sama tíma og einmitt Arnardalur og annað, þannig að þetta svona eitthvað sem þau þurfa bara að skoða. Og svo þetta varðandi skólabyrjunina. Það ansi oft sem að þetta heyrist og það ákall úr öllum árgöngum að skólinn byrji klukkan 8:30. Og svo sama tíma þá biðja líka betra aðgengi að sálfræði og stuðningsþjónustu. Þetta eitthvað sem að maður hugsa svona svolítið sem foreldri að kannski ekki öll börn jafn heppin með að hafa eitthvað til þess að tala við og stundum þurfa börnin bara einhver til þess að einhver hlusta á þau. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að skoða vel inn í okkar kerfi. Svo það varðandi, út í nú þetta eitthvað sem alltaf verið að tæpa á, varðandi skjásamskipti og netöryggi. Það kom mjög skýrt fram í þessum skýrslum að krakkarnir mjög meðvitaðir skjáeftirlit og allt svoleiðis og það svolítið merkilegt að þið skoða þessar skýrslur að þá þau að kalla eftir hertara eftirliti frá foreldrum sínum. Það að segja, þau vilja minni skjátíma. Þau viðurkenna sjálf að þau séu með of mikinn skjátíma en finnst hæfilegt að þau séu með minna. Þannig að það mjög merkilegt að þegar fullorðið fólk ofta að tala börnin okkar, að þá oft talað eins og þau vilja bara vera í símanum, þau vilja bara hanga í símanum og eitthvað svona. En þarna kemur það bara skýrt fram, það ekki það sem þau vilja. En fyrst og fremst vilja þau traustið frá okkur, ekki eftirlit. Og þetta líka svolítið erfitt kannski fyrir okkur sem ekki alin upp við þetta, að vera með svona samskiptatæki, að þau tala náttúrulega mikið það að þetta náttúrulega bara þeirra samskiptamáti. Þau eiga í samskiptum sín á milli. Ekki eins og maður sjálfur sem fór bara í kraftgalan og hékk úti og var með einhverjum krökkum úti, en þarna þau bara inni hjá sér og í símanum. Þannig að þetta ekki allt hræðilegt. Það kom líka fram ákall það að
í sambandi við írska daga og vökudaga, að það er lítið sem er miðað að akkúrat þeirra hópi. Það er að segja að þeim finnst að dagskráin á þessum hátíðum eru oft of barnalegar eða of fullorðinsmiðar. Þannig að þau sækja svolítið á að vilja fá svona sína eigin viðburði, tónleika og svona hitt og þetta. Og svo svona síðast en ekki síst að þá er þetta með þátttökuna og lýðræði og áhrif. Börn vilja fá ráða meira. Það var mjög skýrt ákall. Þau vilja hafa áhrif á eigin frítíma, nám og samveru og vilja að fullorðnir hlusti og framkvæmi, ekki bara safni gögnum. Þannig að ég hlakka mikið til að sitja bæjarstjórnarfund unga fólksins í næstu viku. Þetta er yfirleitt alltaf skemmtilegasti fundur ársins, með fullri virðingu fyrir ykkur skemmtilegu bæjarfulltrúum mínum hérna. Að það var alltaf gaman að heyra í ungu krökkunum okkar og heyra hvað þau sjá að megi betur fara. Og ég ætla bara að hvetja sem flesta að mæta á þann fund. Hann er opinn eins og allir fundir, þannig að það var nú gaman að sjá einhverja gesti í sal. Takk fyrir. Líf og svo Skarðsstaði hefur lokið máli sínu og er laust. Það er ekki fleiri sem að vilja tjá sig þetta, þannig að fundargerðin er þá hér með lög fram til kynningar. 5. liður hefur málsnúmerið 2601 1034. Það er fundur númer 344 hjá skipulags- og umhverfisráði sem fór fram 2. febrúar. Orðið er laust. Það er bæjarfulltrúinn Guðmundur Ingólfur Guðjónsson sem fær orðið ekki svo vel. Forseti, bæjarstjórn, bæjarstjóri, fundarritari og aðrir ákunna líða. Það er fundur skipulags- og umhverfisráðs. Eins og svo oft vill verða í svo ágæta ráði hjá okkur að þá er hérna nóg af erindunum og verkefnunum. Langar mig að minnast á við til umfjalla kom umsögn drög að svari varðandi stofnun innviðafélags sem ríkið hyggst setja á laggirnar. Einnig áttu við fundu hittum í gær utanríkisráðherra og fjármálaráðherra, þar sem að svo sem stærstu svör okkar var svarað, þar sem við höfum áhyggjur af því að það ætti að leggja Hvalfjarðargöngin inn í svokallað nýstofnað eða innviðafélag sem á að stofna og göngin, núverandi göng væru lögð þar inn og mátti skilja, allavega túlkuðu að þannig að það væri þá mögulega að vera að fara að rukka aftur í göngin, en við fengum það skýrt frá fjármálaráðherra að það stæði alls ekki til. Þannig að einungis verður að leggja göngin þarna þá inn á samt fleiri framkvæmdum sem svokallað stofnfé. Einnig tókum við fyrir samgönguáætlunina og umsögn sem að Akraneskaupstað skilaði af sér. Það kom til okkar 3. lið breyting á deiliskipulagi á Jaðarsbraut 18, lóð sem bæjarráð var búið að úthluta, þar sem að óskum að breyta örlítið húsinu og jafnframt hækka það örlítið svo að eigandinn nái fullri lofthæð í allt húsið á efri hæðinni og skipulagsfulltrúi fann að vinna þetta mál áfram, kemur aftur fyrir okkur. Þetta er svona smá sanngirnismál kannski og ætlum að reyna að komast eitthvað starf svona millileið í þessu máli. Í 4. lið var fyrirspurn til okkar
varðandi Óðinsgötu 6, þar sem er verið að óska eftir að stækka byggingu á húsi sem fer vonandi fljótlega í byggingu. Það sem er reiknað með að tannlæknastofa verði á fyrstu hæðinni og verið að stækka alltaf 360 fermetra heildarstærð á húsinu. Það má benda á undir 7. lið þar sem er nú komið þar sem umsóknir framkvæmdaleyfi frá Veitum varðandi bora fyrir heitu vatni. Þetta er á planinu á jaðarsbrautinni þar sem planið er við Langasand og borholan er á túnblettinum, má segja beint á móti stiganum sem er gengið upp af göngustígnum frá Langasandi og upp af bílaplaninu. Og þeir eru á svolítið knappu tími. Þar af leiðandi settum við þetta strax í grenndarkynningu að þetta geti hafist núna á vormánuðum 26 og eins og kemur fram áætlaður bortími 6 til 10 vikur og veit að þetta er komið til eigenda og við erum vonandi hætt að eiga við þetta vandamál varðandi grenndarkynninguna. Nú er þetta komið gegnum Ísland.is og veit til þess að íbúar þarna hafi fengið þetta nú þegar. Þannig að það er mjög jákvætt og verður bara vonandi fá eitthvað feedback eða viðbrögð frá íbúum þarna. Einnig eins og held ég að við komið áður fram hjá okkur erum við byrjuð aðeins í deiliskipulagi fyrir Ægisbrautina. Þar sem við tókum fyrstu umferð í því dæmi, það var þetta deiliskipulagið og höldum við áfram að vinna það. Einnig var þetta deiliskipulagið að Akraneshöfn, þá var þetta landfylling sem hefur nú verið talað hér í nokkur ár. Lítið burð upp á síðkastið en vonandi þess að klára það og henda því út í auglýsingu. Þannig var það ekki bíl, forseti. Guðmundur Ingþór Guðjónsson hefur lokið máli sínu og orðið laus fundargerðina. Það er ekki fleiri sem við sér hljós, þannig að fundargerðin er lögð fram til kynningar. 7. liður, sem hefur málsnúmerið 2602 1290, það eru fundargerðir 2026 og þessi er frá sambandi íslenskra sveitarfélaga, en það er fundur númer 992 hjá stjórninni sem fór fram 23. janúar. Og það sem að forseti situr í stjórn, þá er kannski einn liður sem ég langar að vekja athygli á og getur verið svona framtíðar samtal milli bæjarfulltrúa og sveitarstjórnarfulltrúa og hugsanlega fleiri, en það kom fram tillaga frá Viðreisn í borgarstjórn, inn í borgarstjórn, og borgarstjórn vísaði í rauninni málinu til stjórnarinnar. En þetta varðar þá hugmynd að lengja skólaárið og þar með stytta sumarfrí. Stjórn ræddi þetta og var mjög skemmtilegar umræður um þetta mál, annars hef ég farið djúpt í þær.
fólk hafi mismunandi skoðanir á þessu og ég reikna með að það sé víða sem að menn vilji skoða þetta, en niðurstaðan var sú hjá stjórninni að vísa þessu til umfjöllunar í mennta- og velferðarnefnd og svo kjaramálanefnd sambandsins, því að þetta kemur náttúrulega inn á það ef að starfsárið er lengt að þá kemur þetta inn á kjarasamninga og við kennara og fleiri. En niðurstaðan sennilega verður, þetta kemur aftur inn til stjórnar og ég á von á því að þetta verði rætt á þingi sambandsins sem að verður seinnipartinn í september á Akureyri, þannig að þið undirbúið ykkur fyrir það. Norræn lausn fundargerðina. Það er enginn sem kveður sér ljós, þannig að þar með þessi fundargerð lögð fram til kynningar. Svo er 2.8, en það eru fundargerðir Faxaflóahafnar, en það sem eftir á sitthvoru árinu, einn fundargerðin er frá 2025 og einn 2026. Þá fá þær mismunandi málsnúmer, en forseti ætlar að leyfa umræðu þær báðar í einu, en það er annars vegar liður 7, 2601, 0754. Það eru fundargerðir 2025, það er fundur 263 hjá stjórn sem var 12. desember og svo er það liður 8 sem er þá 2602, 1293 málsnúmer og það eru þá fundargerðir 2026 hjá Faxaflóahöfnum, en þetta var fundur 264 sem var haldinn núna 23. janúar. Þessar tvær fundargerðir eru þá til umræðu ef einhver óskar eftir því, orðið laust. Það er enginn sem að óskar eftir því að taka til máls og þar með eru þetta fundargerðir lagðar fram til kynningar. Forseta láðist hér áðan, hann ætlaði að sjálfsögðu að taka undir kærar afmæliskveðjur til Ía og fyrir hönd bæjarstjórnar að þá sendum við Ía kærar afmæliskveðjur til hennar 80 ára afmælinu. Nú fleira liggur ekki fyrir þessum fundi er slitið.